hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þá komið að föstu lið hérna við rauðaborðið, það að ræða Trump. Við erum alltaf að reyna að skilja hvaða áhrif hann hefur. Við höfum mikið rætt áhrif hans á öryggismál Evrópu og íslenska öryggisstefnu og heimsmálin, en okkur langar núna aðeins að horfa til hvaða áhrif Trump hefur haft á bandarískt samfélag og hvaða áhrif hann getur haft. Og hingað eru komnir miklir áhugamenn bandarísk stjórnmál, Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi og Magnús Helgason sagnfræðingur. Verið velkomnir. Hérna, bara í morgun, þá voru 2 fréttir. Annars vegar var frétt af því að svona skilorðs eftirlit manneskja var látin fara fyrir þær sakir að því að hún sagði að hafi ekki veitt Mel Gibson byssuleyfi, en hann hefur verið dæmdur fyrir heimilisofbeldi og ég held að allir viti það að mesta líkur til þess að skotvopnum sé beint gegn annarri mannesku inn á heimilunum. Við kannski heyrum meiri fréttir en annars konar morðum, að það var það algengasta og kannski skiljanlegt ef á að banna mönnum sem hafa verið dæmdir að fá skotleyfi, byssuleyfi, að það var kannski helst í þessum flokki. Og svo var önnur frétt að maður sem hafi verið í forsvari fyrir mótmæli í háskólalóð, grænakortið, einflytjandi giftur, makinn var bandarískur, vísað úr landi, vísað landi. Þetta hljómar svona eins og, ég ætla að segja það þetta hljómar eins og uppgangur nasista í Þýskalandi, þar sem að menn missa líðréttindi sín hægt og bítandi og það sem verið að skilgreina að þú hefur rétt út frá því hvort að það sé hvort að afstæð því sé óamerísk, maður hefur verið að heyra það hugtak aftur, sem var mikið notað á McCarthy-tímanum. Og það sem óamerískt verulega skilgreint eftir því hvort þú sért hliðhollur Trump eða ekki. Ríki það ég og óvinir mínir eru þá óvinir ríkisins. Ég hef stundum pröfað þegar ég að tala við fólk og stundum er maður að spyrja og stundum kasta maður ykkur fram svona til þess að ýta undir umræðu og ég pröfa svona undanfarið að segja, erum við kannski bara einum þinghúsbruna frá fasisma í Bandaríkjunum? Já, þetta eru stór spurningar. Já. Við erum þar, við erum þar. 7. janúar var gerð tilraun til þess að kveiki þinghúsinu getur við sagt. Þannig það er nú eitt sem er áhugavert. Sagan alltaf endurtekur sig aldrei akkurat. En það er alveg ljóst að ég held að það sé flestir sem þekkja sögu millistríðsárið í Evrópu heyri og sjáu svona ákveðna tóna. Það er bergmál. Já, og það er svona samhljóm hljómar eins og andu nasista á svona frjálslyndi væmalíðuðisins. Já, það eru Já, þannig að það er í heimsmálunum svona óvissa, það er upplaust einhvern veginn viðtekinna gilda og kerfa og allt þetta og það þinghúsbruni og segir 7. janúar, hvað var það annað en einhvers konar svona þinghúsbruna moment. Hvernig þetta allt sem hann endar, það er svo kannski er óþarfi það er ósnemmt að ræða það núna hvernig þetta endar, því við vitum ekkert hvernig þetta endar og millistríðsárin enduðu mismunandi eftir hvar maður var í heiminum. Þannig að millistríðsárin eru bæði tímabil uppgangs nasisma, þau eru líka tilurð velferðarkerfisins á Norðurlöndunum. Og í svona krísu eins og Bandaríkin eru að ganga gegnum í dag, augljóslega, að þá er óvíst það hvað kemur út úr henni. En það er alveg klárt mál að repúblikanar telja sig að þeir sem styðja Trump telja sig vita hvað komið út úr þessu og þeir eru að búa til þá Ameríku. Og það er kannski ýmislegt við þá Ameríku sem mönnum finnst líkjast óþægilega mikið því sem þið sjá millistríðsárunum í Evrópu. Hvort að það síðan verður og augljóslega menn endurskapa ekki fortíðina heldur búa til eitthvað nýtt, þannig að hvernig hinn trumpíska Ameríka mun líta út er svolítið erfitt að segja. En það er samanlega í Magnús að ástandið þannig núna að því að hver nútími er óléttur á mörgum framtíðum og við erum alltaf með svona í huga svona hvert þróunin getur leitt. Nú erum við komin í þá stöðu að við verðum líklega bara að víkka hugmyndir okkar hvert þetta getur leitt.
Jú, aftur, ég meina það sem var óhugsandi fyrir 2 árum allt í orðið hugsandi. Alveg, og ég meina það það sem merkilegt finnst mér við þessu stundum. Ég held að við allir sem erum að fylgjast með bandarískum stjórnmálum og höfum verið að fylgjast með bandarískum stjórnmálum í einhver tíma séu sammála það að það var greiðlega mikið við bandarísk stjórnmál sem að gati einhvern veginn tekið sem vissu. Maður vissi svolítið hvernig svona hluti spiluðust út, svona hafaði spiluðust út, svona virka hlutin í Ameríku. En það ekki lengur. Þannig að svona þess vegna að spá fyrir framtíðina byggt á fortíðinni núna dálítið erfitt af því að það búið að svo mikið af þeim reglum sem gildu hefur Trump sannað að gilda ekki lengur eða þá að hann hefur með einhverjum hætti afnumið þær, getur við sagt. Já, meina það sem að, eins og segir, það sem margir held að vera óhugsandi að Trump gæti komið tilbaka eftir 7. janúar 2021 og svo margt hefði gengið á og þessi dómar, ég menna hann með 34 dóma á bakinu og svo framvegis þannig að allt þetta væri óhugsandi, hann gæti nóð endurkjöri, hann gæti gert þetta og gæti gert þitt. Það sem að það sem að það auðvitað svo margt forvitnilegt í hvernig þegar maður reyna að lesa í aðstæðurnar. Republikanaflokkurinn ekki einn flokkur, ekki frekar heldur en demokrataflokkurinn. Meiri segja Trump og makarhreyfingin ekki ein hreyfing, ef svo má segja. Við sjáum hatrömm átök milli Musk og svona tech bros billjónerana og síðan Steve Bannon og svona Ameríka fyrst þjóðerni, svona kristilegir þjóðerni sinnar sem að vilja hvít Bandaríki og vantreysta öllum og þau eru reynda líka mjög svona svona afturhaldsleg það inn í þeim hópi eru menn sem að syrgja það að konur hafi fengið kosningarétt, finnst að konur að karlmenn eigi að fara með atkvæði fyrir fjölskylduna og bara tala opinskátt það. Og það sést vel líka á því að núna féllu 2 dómar gegn Trump-stjórninni í Hæstarétti. Og það voru 2 dómarar hægra megin, John Roberts og Amy Coney Barrett sem að dæmdu með minnihlutanum. Reiði makarhreyfingarnar hefur eingöngu beinst að henni. Eingöngu. Hún sé svikari, hún sé einhvers konar jafnréttisráðning og þar af leiðandi ekki hæf til þess að sitja í réttinum. Hún eigi að segja af sér. Hún brosti ekki nógu fallega til Trump þegar hann hélt ræðuna í þinghúsinu núna daginn og það allt svona þú veist, þetta kemur úr einhverju átt sem að okkur fjarlæg en þetta lifandi í Bandaríkjunum og vegna þess að myndist á öryggismálin líka upphafi inn í Republikanaflokknum og Republikanaflokkurinn ekki sami Republikanaflokkurinn við þekktum fyrir 10 árum síðan eða 30 árum síðan. Inn í Republikanaflokknum eru sterk öfl og stór hópur manna og kvenna sem vill út úr NATO og vill bara Bandaríkin einangri sig á alþjóðavettvangi. Það eru 2 ár síðan að 48 þingmenn republikana í fulltrúadeildinni kusu með því að hætta öllum framlögum til NATO. Það næstum því helmingurinn af öllum þingmönnum það 4/4 af öllum þingmönnum republikana. Þannig að það hafi gerst ætti að segja manni og sína manni að hvað mikið hefur breyst. Og við okkur hættir alltaf til þess vegna þess að við byrjum kannski að lesa bandarísk stjórnmál og fylgjast með þeim þegar Reagan var, eða þegar Bush var, eða Bush yngri, eða whatever. Og hugsum bandarísk stjórnmál... Johnson var, svo að ég gaman. Já, einmitt. Og okkur hættir til þess að hugsa það eins og þegar við kynntumst Bandaríkjunum. Og hugsum Bandaríkjunum eins og þú voru eins og þau eru alltaf að breytast. Bara það eins og núna eru komnir menn eins og Elon Musk og fleiri sem eru svo stjarnfræðilega ríkir en hafa bara orðið svona stjarnfræðilega ríkir á síðustu 10, 15 árum. Hvað langt síðan að Facebook kom á vettvang? 15 ár?
Já, en 18 ár núna. Já. Þú veist, og það eru 15 ár síðan að sko Zuckerberg varð svona ríkur. Þú veist, þetta allt svo nýtt í sögunum og þessir hópar eru núna hnykla vöðvana og svona á hennum pólitíska vettvangi. Þetta segja þér hafið völd sem að við kannski ekki séð áður. Nei, já, og við hefum ekki tekið til að hafa aðrir haft þau völd kannski. Já, það hefur líka fengið að komast upp að þú nefndi Facebook hefur fengið að kaupa upp samkeppni og eitthvað leira sem hefði verið óhugsandi bara 1960. Það hefði verið stoppað bara. Repúblikanaflokkurinn er stofnaður af hluta til að vegna, sko, það eru svona peningarnar á bakvið Repúblikanaflokkin 1860 og á 19. öldinni eru iðnjöfrar í Norðausturíkjunum. Og þannig kemur fjármagnið og svona svona pólitíska kapitalisma stefna og kapitaliska stefna þeir eru náttúrulega ekki til lengur þessir iðnjöfrar þessir framleiðslan eru all meira og minna farin þannig að og komin í einhver aðrar hendur sko. Já, sko, það eitt nefnilega sem áhört í því sem Friðjónar talum sem sko, það margt sem hefur verið að breytast í Bandaríkjunum og og sko sumt af þessu eiga sér sko stuttar sögur aðra langar. Með sko þessi pólitísering svona captains of industry getum við kallað það, svona manna eins og Zuckerberg og Elon Musk sem eru svona sko seinasta útgáfan af svona sko Rockefeller og Carnegie. Já, en sko að því að síðan hugsa það eru miðja 20. öldina þá draga fyrirtæki og stjórnendur fyrirtækja sig svolítið sko út úr pólitískum átökum og það svona svolítið svona almennt samkomulag sem sagt sko hvernig samfélagið á að vera og hvert að stefna og sem sagt atvinnulífið skiptir sér ekki mikið af þessu. Það byrjar að breytast síðan á 7. og sérstaklega 8. áratugnum í aðdraganda sko Heritage Foundation sko síðan seinni bylgja af hugveitunum fer að sko vaksa og sem leika sér stórt hlutverk einmitt í risi Reagan það að það fer að fjölga sko svona pólitískt radikal og aktífum auðmönnum sem fór að leika sko stærra hlutverk og hlutverk þeirra hefur síðan farið vaksandi og hefur sko sérstaklega blásið út núna allar senstu árum. Og þannig að það sko þessi kókbræðurnir voru svona dæmi sko þetta í upphafi þessar aldar, fyrirferðamiklir auðmenn sem eru að fjármagna róttækar hreyfingar á hægri vægnum og það hefur ekki verið sambærilegar hreyfingar vinstra með. Þannig að vinstrið hefur notið góðs af sko legacy funds frá þessum auðmennum 19. aldar, en er Rockefeller Foundation og þarfningotin sem fjármagna svona sem sagt liberal og frjálslynd og vinstrisinnuð málefni og hreyfingar. Vinstrisinnar og bandaríska mælikvarða. Já, í bandarísku stjórnmálum. Ég verð bara að taka það fram. Augljóslega, sko, við erum að tala um bandarísk stjórnmál og hvar ásinn liggur fyrir eftir samfélagi og hvað mál skilgreinast hvernig, sko, en já, vinstri sinnaðir og en þannig að það hef ekki verið sko svona fyrirferðamiklir róttækir auðmenn á vinstri kantinum og þeim hefur núna fjölgað greiðlega mikið á hægri kantinum og það er mjög áhugavert sko þetta að svona sem við getum kallað corporate America var sko getur við sagt stutti við bakið á mjög dyggilega þeir eru svona heimsmynd í einhverjum skilningi sem demokrataflokkurinn var fulltrúi fyrir sem var svona þessi liberal fjölmenningar Amerika sem að sér í sjónvarpinu það sem er sko Amerika var orðin litblind og þessi Amerika hún birtist hvað skýrast með sko í valdatíð Obama. Bandaríkin kjósa fyrsta blökkumanni sem forseta og það svona menningarlegt moment í Bandaríkjunum og það virðist vera að bara menningastríðin sem hefjast á eftirstríðsárunum þegar að það byrjar sko andspyrna gegn afnámi aðskilnaðar í Suðurríkjunum og kvenréttindahreyfingin og síðan aðra baráttarhreyfingar minnihluta hópa samkynhneigðra og sú bylgja heldur síðan svolítið svona áfram sko stöðvu, en það gegn henni allan tíman þetta backlash og það eru menningastríðin sem republikanir eru búin að heyja síðan þá og hafa blossað upp með mismiklum sko þunga í kringum mismunandi mál, hvort það eru þungunarof eða fánin eða byssulögin eða hvað hverju sinni. Já, hvað mismunum og þetta. Já,
En jákvæða mismunin hefur reynda sko verið ekki mjög framanlega vegna þess að það hefur verið frekar alveg, þá eru að tala jákvæða mismunin, það hérna affirmative action. Þannig að þeir sem ekki kannast við og það kom svolítið í þessum að Friðjón var að vísa til í gagnrýninni á konuna í Hæstarétti. Hún hefði fengið að fljóta þar inn að hún væri kona. En þarna hefur verið stórgreindir karlar og ekki lent í þessu. Af því að til þess að þá hefur stærstu hluti Repúblikaflokksins líka og sko hægrimenn verið sáttir við jákvæða mismun eða affirmative action. Það hefur ekki verið svona on the chopping block eins og maður getur sagt sko. Og það það sko hérna núna, en það sem ég var að segja þetta. Það þessi eins og það sé sko þessi frjálslynda Ameríka stendur með pálmann í höndunum eftir hérna fjármálahrunið í valdatíð Obama og það tilfinningin svolítið, ef maður sko að fylgjast með bandarísku stjórnmál og umræðu svona og sérstaklega eins og menningarstríðina, þá var það á þeim tímapunkti að þau væru búin. Daldið. Men það sko hægrið búið að tapa þessum menningarstríðum af Ameríka 7. áratugarins þar sem sko pappi vann úti og kom heim og allir hlýddu honum og kona var að taka tilbúin með martini og matinn úr ofninum og krakkarnir og allt þetta sko svartir þekktu sín sessi hún voru ekki að eipa gogg og eitthvað sko hlutinni voru svona svolítið sko þessi Ameríka hún var búin og hún myndi aldrei koma aftur og þetta var svona kjarnin í Obama-árunum var þessi tilfinning dálítið mikið og svo kemur Trump sigrar Hillary Clinton og flestir á vinstri kantinum upplifðu það sem einhvers konar sko, þetta bara flúk, þetta einhvers konar það eitthvað sem fór úrskeiðis og svo fer af stað svona eltingarleikur hvað fór úrskeiðis og menn hengja sig á nú það var þetta eða það var út af þessu. Heimsótt ekki Michigan, kosningastjórinn var alltaf ungur. Já, eða rússar voru að blanda sér í kosningarnar og það getur verið að þessi allt saman rétt sko. Hún var svo óvinnsæl. Akkurat, hún var kona, það var annars sem var stórt mikið vandamál sko, þetta allt út af Bernie Sanders var fyrstu til þess að kalla hana sko óheiðarlega og hans stuðningsmenn hans sko. Já, en sko demokrata gáðu útstýrt af sko vandamál í burtu og horfðust ekki auðvitað og trúðu því áfram að þeir væru fulltrúar fyrir sko ekki bara einhvern veginn svona sko rétt tæpan meirihluta sem þeir mundu vera með að það væri ekki búið að gerrymandera öll sko kjördæmi að það sko ástæð fyrir að vera ekki með örgan meirihluta þinginu var svo að repúblikanar voru að svindla með því að gerrymandera sko kjördæmi og það heilmikið kannski til í því en stóri mistök þeir var það þeir trúði þeir voru líka fulltrúar fyrir sko stóran þöglan meirihluta og komandi kynslóðir og yngri kynslóðir myndu kjósa þá þannig að næstri kosið, þá væri meira af þessum gömlu fúlu köllum verið dauðir og verið komið nýr kjósendur, fólk væri orðið upplýstara bara framrástíma sögunar, gerða verkum að þeir hlytu og svo kemur ljós þeir hafa það ekki. Þetta væri fjörbröt hvíta meirihlutans vegna þess að ef við horfum svona 10, 15, 20 ár fram í tíman að þá verða hvítir konur í minnihluta í Bandaríkjunum. Akkurat, það bara destiny. Það svona, já, svona white anglo-saxon protestant verða komin í minnihluta. Þessar breytingar sem að Magnús var að lýsa var óhjákvæmilegar, það tilheyrir framtíðinni í mörg dæmi sem var alltaf nefndi, ég meina, sjáum við bara eins og Texas sem er rautt fylki, en skoðu borgirnar eins og Houston og svona, það eru allar á demokrata. Þannig að það bara eftir því sem að fólk flysti úr sveit í borg, eftir því sem að hérna gömlu deyja og nýjir koma, eftir því sem að innflytjendur halda eitthvað áfram að koma hingað, þá mun okkar afstaða hvernig samfélag að vera verða ofan á. Svo reyndist ekki vera. Ég held að það sé sko þetta að demokratin trúðu að vinstrið, demokrataflokkurinn, frjálslyndir, ég veit ekki. En þetta segja að þeir hafi ekki barið þá fyrir þessu og hafi verið latir og þess vegna hafi Trump náð tækifæri eða var þetta bara einfallega mislestur á því hverja væntingar Ameríkana eru til þess hvernig samfélagið er? Ég held mislestur. Já, ég held að það sé rétt og að mörguleyti og þetta sé svona, þetta eru margir samverkandi þættir. Þetta það að raunlaun höfðu ekki hækkað og svona og hvít lágstjætt hafði bara ekki fengið kjarabætur nema í gegnum tilboð hjá Walmart í 20 eitthvað ár. Lífslíkur þeirra hafa lækkað sko. Lífslíkur lækkað og ópíóðafaraldurinn og fentanylfaraldurinn og allt þetta hefur bara riðbeltin halda áfram að riðga. Já, og verið skelfilegt. Ákveðin hroki í svona þessari frjálslyndu menntuðu yfirstétt það að þeir geta bara haldið áfram. Það alveg rétt að við eigum að virða réttindi transfólks 100%. Ég algjörlega þeirra skoðunar.
en það var augljóslega mjög erfitt fyrir mjög marga að kyngja að hleypa transkrökkum inn í íþróttir. Þetta 0,00% af krökkum í menntaskólum í Bandaríkjunum sem eru í þessari stöðu. En þetta blásið upp eins og þetta sé stórkostlegt vandamál að einhverjir strákar sem eru konur sem voru, stúlkur sem voru strákar og eru trans, að þær séu að misnota aðstöðu sína til þess að komast á verðlaunapalla. Þetta ekki stórkostlegt vandamál, en þetta gert í fjölmiðlum og sérstaklega fjölmiðlum svona eins ýkta hægris sem eitthvað stórkostlegt vandamál. Og líka vinstramegin sem að hafa raunverulega fallist að sumiliti á það að hafa transmálin á oddinum í mannréttindabaráttunni, þó svo eins og þú ert að benda á, og við getum að séð það bara í Hagstofunni, að þetta séu ótrúlega lítill hópur miðað við umfang hans í umræðunni. Já, og og þú veist, og ég held að það sé ákveðin mislestur, síðan sveiflast pendullin alltaf með einhverjum hætti. Hann gerir það, sko. Ég held að það líka eitt eins og það sem ég held að það sé kannski mikilvægast í þessari umræðu. Þannig að líka við séum ekki að stöðu að ræða einhvern veginn transmál. Það sem skiptir máli og sem þau eru hluti af. Og ég held að partur af vandamálinu í Bandaríkjunum þetta, að það verið að rífast hluti sem snerta á endanum fyrir það fólk sem þau snerta vissulega gríðarlega mikilvæg, en eru ekki stóru málin í stóra samhenginu, sem eru vaxandi misskipting, fátækt, raunveruleg vandamál sem snerta ekki bara einhver örfá prómil eða fáum prósent heldur 90%. Það birtist áhugaverð könnun í New York Times núna í febrúar, þar sem að var farið eftir á og skoða hvað fólk hvaða mál fannst fólk vera mikilvægast og hvaða 5 mál voru það sem að demokrata stóðu fyrir og hvaða 5 mál voru það sem að republikana stóðu fyrir. Það var almenningu að segja til hvað flokkana stóðu fyrir. Já. Og þetta var stórkönnun og af þeim 5 málum sem að almenningur taldi demokrata standa fyrir var bara 1 sem að þau töldu vera mikilvægast meðan að republikanar voru með 3 af 5 og stærsta var economy því að maður hugsaði, og ég skal alveg viðurkenna það, ég fjalli þessa gryfju líka, ég hugsaði, konur, það getur ekki verið að konur kjósi republikana í þessu ástandi sem það búið að afnema rétt til þungunarrofs í aðgengja þungunarrofi í 26 af 50 ríkjum. En svo það bara þannig að þú þarft að fara út í búð á hverjum degi eða sem þetta í hverju viku og kaupa í matinn. En þungunarrof eitthvað sem að gerist í verstafalli einu sinni 2 á ævinni og á ekki að koma fyrir þig og alls ekki að koma fyrir dóttur þína. Þannig að og líka vonandi aldrei, þannig að fólk hefur kannski hugmyndur að þurfi ekki að lenda í því. Einmitt, og þannig að þess vegna var þetta ekki hluta þeirra Það var allir til að styrkja góður örgubætur ef menn myndu horfa raunsætt á það. En það í þessu vonandi gerist þetta ekki verið mig og þess vegna fólk til að láta það slæða. En raunveruleikin var ekki að þetta væri einhver aðstæðandi hætta fyrir viðkomandi. En það sem var aðstæðandi var það að það var allt orðið miklu dýrara heldur en var. Og þess vegna treystur Trump betur vegna þess að hann átti að færa þér kjarabætur. Republikanar áttu að færa þér kjarabætur. En og svo þetta líka mjög sem hefur síðan mistekist. Augljóslega. En svo verðlum við fyrir sem kjarabætuna sem hann var að lofa hversu mikið raunverulegur var á bak við það, hvað hann ætlaði sér að gera með það, hann ekki bara að segja það. Því að það annar vinkill á þessu sem síðan þessi, að mikið af því púðri sem við eyðum í það að ræða þessi mál, öll sömul, að fyrir þennan pólitísku leikendur eins og Republikaflokkin hérna í þessu tilfelli sem gera þetta að stóru kosningamáli, hversu mikil raunverulega, hversu mikið af þeirra áhuga raunverulega liggur þarna með það hversu mikið af púðrið þeir setja í það. En þetta virkar einhvern veginn og þannig að það virkaði gríðarlega vel að segja að Trump fyrir he is for you and Harris is for they them.
og það er voðalega fyndið. En það kjarnar líka einhvern svona sannleika. Sko. Annar er fyrir þig, en hún er fyrir einhverja svona skringilega aðra sem sem er síðan einkenni yfir einhver svona elítu sem er ekki tengslum við raunveruleikann. Og annað sem ég held nefnilega sé líka svolítið svona áhugavert í þessu, því að ég held að stór og mikilvæg partur af því sem hefur gerst er þetta. Það er þessi sigur frjálslendra í menningarstefnunum píkar í tíma Obama og við Obama tekur Trump. Og ég held að transmálin eru meðal annars áhugaverð vegna þess að meðal mikilvægra afreka, getur við sagt, Obama og sérstaklega undir lok kjörtímabilsins, hann hefur færri spil á hendinni, getur komið litlu í gegn af róttækum breytingum og getur gert lítið af svona róttækum til fá stór róttækskref, en þá steiga nokkur svona afdrifarík og stór skref í því að útvíkka réttindi transfólk sem hann gat gert með forsetatilskipun og meðal annars að leyfa transfólki að þjóna í Bandaríkja hér. Og það eru víglínutnar og það eru unnir sigrar í þessum menningarstríðum og réttindabaráttunni af vinstri mönnum fram á seinustu lokametra ríkisstjórnar Obama þegar að hann getur komið þeim í gegn með forsetatilskipunum án stuðningsþingsins eða dómstóla og þetta eru á þeim tíma skildi maður þetta og stjórnarskyndur skildi þetta sem tilhörnist til þess að styrkja kjarnaflokksins og sem það ábyggilega gerði og demókratar virðast halda sínum kjarna nokkuð vel sem eru upplýst menntað fólk en út fyrir það nær það mjög illa. Getur ekki vaxið út fyrir það. Já, og ég held að partur af að því að mikið af þessu fjölmenningarsamfélagi sem Obama var fulltrúi fyrir og demókratar ætlaði að byggja framtíðar kosningastyrksina og það var The Rainbow Coalition að fólk kynnist þessu Rainbow Coalition mjög í gegnum dægurmenningun og kynnist það í gegnum sjónvarpið og kynnist það sem samsetning á leikarahópnum er þannig að það passað upp á eins og í Star Wars að það er The Mandalorian og mann er bara eitthvað heitir, ég byrðist afsökunar á því sem leika mótum í fyrstu seríunni í það minnsta. Svo gerist segum það að vera transfóbisk og hún er henni kanselerað. Og mín tilfinning er daldið svo klímukonan, að fólk kannski líka sér í lagi vegna þess að þetta er ekki eins og þetta séu mál mjög fyrirferðan miklega stór hópar og fólk kynnist þeim og þessum málum mjög mikið í gegnum einhvern veginn eitthvað sem er fjarlægt til. Við höfum að skilja af hverju menningarstríðin sem að leit svo út að væru unnin, af hverju þau eru svona ábyrjandi í dag og það kemur, er mikið vitnað til transbaráttunar. Ég var með hana Þorgerði Einarsdóttur kynjafræðing í spjalli fyrir svona ári síðan og var hún að fara yfir og segja mig frá frelsisbaráttu samkynniðra og bar það saman við frelsisbaráttu transfólks og það var mjög áberandi að hversu hratt henni lagalegu sigrar komu í transbaráttunni miðað við hitt og við vorum svolítið að velta því fyrir okkur og ég var að spyrja hana og hún tók þátt í þeim vangaveldum hvort að það var í þessu fælist ákveðin hætta á svona bakslægi að það sem að samfélagið, það var ekki beðið eftir samfélaginu í baráttunni. Það er náði gegn einhverjum árangri sem að ég held engin okkar séu að vefengja eða séu á móti en ég vitna í því sem að hún Ginsberg sagði nú Vóris veit hún sagði það að þessi dómu kom á snemma að hann myndi ekki halda vegna þess að það er svo mikilvægt að sigrar komi þegar það er komin svona einhver svona sátt í samfélaginu það, annars er hætt við svona bakslægi. Má vera að þetta að eins og þú ert að lýsa að það kemur í Bandaríkjunum og ég held að við þekkjum það sama hér að réttindin koma sumuleyti bara út frá löggjafanum. Við getum ekki vísa til þess eins og baráttu kvenna eða samkynhneigðra eða svartra í Bandaríkjunum þar sem að sigrarnir koma eftir langvarandi baráttu neðan frá að þessi staðreynd hafi valdið því að andstæðingum mannréttinda hafi tekist að snúa baráttunni við og bent á að afrakstur allra mannréttindabaráttu og frelsisbaráttu síðustu aldar að með því að hafa transfólk á horninum
og eitthvað svona sem kallað svona vók, að þá sé þetta snúa þessu við og þá hætt við að þar fari með réttindi kvenna yfir eigin líkama, staða svartra og viðurkenninga á því að hópar sem hefur verið haldið niðri eða ekki haft sama framgang í samfélaginu svo áður var, að hann allt í einu lokaður, allt í einu hægt að snúa við það sem að fyrir bara örfáum árum var litið sem bara fullnaða sigur. Já, ég meina bæði Clarence Thomas og Samuel Alito hafa svona nefnt að það eru ýmis réttindi sem að sko voru leidd síðan af sko Roe v. Wade dómnum séu í hættu. Thomas nefndi að vísu ekki Loving-dóminn sem að sko sem að komi vekk fyrir bann við giftingum milli kynþátta vegna þess að það hefði snert hann sjálfan en allt annað var undir. Þannig að en ég held að þetta sé sko þetta nefnilega mjög áhugaverð pæling það hvort að þetta hafi gerst of hratt og aftur, við viljum alltaf taka fram, sko, þetta var ekki of hratt þannig. Nei, ekki fyrir mig og ég vilji ekki... Ég held samt sem að svarið þessari spurningu sé augljóslega já. Niðurstaða kosningarna segir okkur það. Það ekkert flóknar en það. Og það sem að segir okkur líka, sko, það annað sem í þessu það, að þessi, sko, að mat demokrata það að þeir hefðu alltaf sko 90% svartra kjósenda með sér. Þeir hefðu alltaf 60%, 65% ríflega latinos með sér. En þegar í raun og veru þá eru þessir hópar, sérstaklega þeir sem eru tiltölulega nýkomnir frá Suður-Ameríku, mjög íhaldsamir í siðferðismálum. Svartir og sérstaklega svartir karlmenn eru mjög íhaldsamir þegar kemur réttindum samkynhneigðra og transfólks. Og það þarf ekki, sko, það gerðist fyrir 20 árum þegar að var kosið það í Kaliforníu hvort að þetta leyfa giftingar samkynhneigðra og það var fellt. Og þá voru það, sko, það voru mormónar og svörtu kirkjurnar sem að sko mobiliseruðu gegn proposition núna manni ekki númerið á henni, hvað hann var 8 eða 20 eða whatever, sko. En þetta þetta bara á við Afríku og það mikil andstæða við samkynhneigð í Afríku. Miklu ríkar heldur en að ég bara flesti gerir sig grein fyrir. Ég held sko, það sem spennandi í þessu, held ég, sko, ég held að það sé alveg augljóst mál að það ekki, sko, það ekki meiri hluti, skulum við segja, fyrir þeim hugmyndum sem demokratar eru og frjálsindi í Bandaríkjunum hafa hvernig samfélagið lít út. Samfélagið eins og það leit út svona utan frá séð og í hugum frjálsindi Bandaríkjumanna í tíð Obama og það samfélagið sko, sem það var að verða, það samfélagið naut ekki meirihluta fylgis og það kom í ljós eða í það minnsta og það það sem mikilvægara vegna þess að ég held nefnilega sko, þetta ekki bara spurningu sko, meirihluta eða minnihluta vegna þess að þá eru að tala um 51 eða 2 og því að sko, Trump vinnur kosningarnir ekki með einhverjum yfirgnæfandi meirihluta en hann með meirihluta. Það sem mikilvægt í því það að demokratarnir og frjálsindi Bandaríkjamenn trúðu því að þeir væru fulltrúar sögunnar og það væri óumflýjanleiki í því sem þeir væri að tala fyrir. Og það þessi óumflýjanleiki í svona ástandi eða sko heimsmálana, þessi óumflýjanleiki það hvernig heimurinn og bandarískt samfélag og bandarískt sko stjórnkerfi, bandarísk menning, hvernig allt saman virkar. Og það sé stefni sko allt í alveg eina átt og það sé að við erum fulltrúar þess. Það mætti flytja yfir á sko utanríkisstefnu Bandaríkjanna svona fram að Trump sem var það að það hlyti að vera þannig að öll samfélagi í heiminum yrðu eins og við og hægt og bítandi yrði þá uppreist í viðkomandi löndum sem myndi leiða að allir yrði eins og við. Það veröldin sem að Trump yfirgefa núna og segja það eru líklega bara nokkur stórveldi þarna. Það getur verið að þau séu með alls konar stjórnkerfi og við verðum bara að semja þau sem eitt af stórveldunum. Fyrsta sönnunin á því að þessi óumflýjanleiki að hann gilt ekki, það Íraksstríðinu. En þessi óumflýjanleiki þar það einhvern við förum þarna inn og innleiðum bara lýðræði og það mun bara vegna innri yfirburða sinna mun markaðs einhvern skipulag þegar við afnemum einhvern veginn eftirlit og hleypum bara the animal spirits frjálsum og leifum fólki bara að þá mun samfélagi verða prosperous, frjálslynt og gott og afleiðingin það kemur bara kaos. Og þannig að
þannig að óumflýjanlegin í alþjóðamálum hann hefur verið deginum ljósar að það var rangt í allan tíma og það ekki fyrir en síðan hins vegar 2016 með Trump sem það kemur í ljós að þessi óumflýjanleiki líka hann rangur þegar við lítum til Bandaríkjanna að Bandaríkin eru ekki stöðugt einhvern veginn unstoppably að stefna í átt að þessu rainbow samfélagi sem Obama fulltrúi fyrir og það er ekki fyrir núna sem bandarískir vinstrimenn eru að horfast í augu við að það er tilfellið vegna þess að þeir trúði því að Trump hefði unnið fyrir einhver misskilning þannig að ef við myndum bara einhvern veginn bara rísa þeir þyrftu þess vegna raunverulega ekki að gera neitt eitthvað róttækt þeir þyrftu ekki að endurskoða sjálfa sig þeir þyrftu ekki að endurskoða hvert þeir var að stefna eða hvers konar samfélagi vildi búa til vegna þess að þeirra samfélag væri frá náttúrunni hendi betra og þess vegna myndi Biden vinna þó hann færi aftur fram og Trump bara hlyti bara að tapa svo við sigra Trump það sem síðan þannig að heimsmyndin sem demokratin hafa verið að tala fyrir og bandarískir frjálslyndir í Bandaríkjunum og svona frjálslyndir á Vesturlöndum almennt sú heimsmynd hefur ekki með sama hætti pálmann í höndunum eins og hún taldi sig hafa hvað kemur í staðinn og ég held að Trump það er mjög erfitt fyrir okkur átt okkur á því hvað það er og það er eitt af því sem ég held að sé verkefni okkar nú næstu ár verður svolítið að reyna að skilja það það er einhvers konar ólíkarkía en það sem við fáum verður sama kaos sem við heldum við fengum í Miðausturlöndum bara núna í bandarískum innanríkismálum ekki með skilur nákvæmlega sömu formerkjum en það er bara kaos við vitum ekki hvað kemur út úr því þegar við horfum á síðustu 60, 80 eða 100 ári í bandarískri stjórnmálsögu þá er þetta svona að pendúlinn sveifla svona fram og tilbaka og sérstaklega síðustu 50 ár með forsetakosningar þegar við horfum á það kemur alltaf ykkur sem er næstum því omvend við þann sem var á undan og demokratar ég veit ekki hversu oft ég horta eitthvað niðurstöður eitthvað kosning og hugsa nú komin bara eitthvað varanlegur meirihluti demokrata eða nú komin eitthvað varanlegur meirihluti republikana og svo líða 2 ár og það gerist eitthvað ég hélt 2006 að þetta væri bara að demokratar væri komnir í stórkostleg vandræði 2004 segi ég síðan kemur bara Obama fram og er þetta fenómen sem hann er en vandi demokrata sem mér sýnist núna vera er að hann það gæti verið að það komi fram einhver leiðtogi sem getur unnið næstu forsetakosningar og maður sér alveg Josh Shapiro getur alveg talað þannig Gavin Newsom er svona Clinton-nest sjarmatröll þó hann sé frá Ég ætla að veða Tim Walz, hann er að gera sig það er áhugavert, hann er búið til það er bara einhver gömul Minnesota fantasía hjá þér ég held til dæmis að Tim Walz eigi meiri möguleika en Gavin Newsom Já, kannski, en bara, þú veist, það er bara mér er svo gaman að fylgjast með Newsom vegna þess að hann er svo mikið bergmál af Clinton að því lindum til að hann er sakalega sjarmerandi það er fullt af flottum konum þarna líka en vandi demokrata er síðan þessi þeir eru að halda kjósa sér nýjan formann DNC eða sem sagt flokksins og loftslags aðgerða sinna ryðjast inn á fundin sem er í beinni útsendingu á netinu og stoppa hann í hálftíma vegna þess að demokratar eru ekki nógu traustir í loftslagsaðgerðum eða í loftslagsmálum og hæfileiki demokrata til þess að skjóta sig í fótinn þrátt fyrir hættu sem er fyrir fram að þá er einstakur þannig að það sem að ég þegar maður er að horfa á sviðið einhvern veginn og bara eins og ákvarðanir Bidenu voru hann ákvað að velja hann lofaði að velja svarta konu sem varaforseta og það var ákveðið svona innanflokksmál fyrir hann hann lofaði líka að verða svona transitional forseti hann myndi bara vera og gaf það mjög sterklega í skyn hann yrði bara í eitt kjörtímabil hann stóð ekki við það þannig að Kamala Harris þó að hún sé impressive og kona mjög mörgu leyti og þú verður ekki öldungadeilda þingmaður fyrir Kaliforníu og dómsmálaráðherra Kaliforníu verandi eitthvað kjáni það er langt í frá
en sko hún hafði bara ekki farið í gegnum þær eldskírnir sem að menn þurfa að gera í gegnum prófkjör og pólitíska þáttöku sem hún gafst upp í sínu forsetaframboði áður en að koma fyrsta prófkjörinu. Og svo var hún bara svona ótrúlega bjúrokrati, það er nú annað. Demókratarnir hafa tölvöld mikið af capable bjúrokratum en ekki, það virðast repúblikar hafa mjög lítið af capable bjúrokratum. Ég er ekki við, ef að Biden hefði staðið við loforðið að vera bara eitt kjörtímabil, þá er ég ekki vissum að við værum með þessari stöðu sem við hefum fengið svona eðlilegar forkostningar við hefum fengið eitthvað hvítan kallmanns í frambóð og það hefði verið erfiðar að dímonisera viðkomandi sem eitthvað fyrir hvíta kjósendur sem eru samt ennþá í meirihluta í Bandaríkjunum sem eitthvað skonar ofver. En nú erum við að tala um að það eru nokkru hlutir þú byrjar fyrir hann sem er eitt af þessum mikilvægu punktum finnst mér við bandarísk stjórnmál hefur verið um tíma er það að við erum búin að vera sem er að fylgjast með þessu stöðugt að horfa á þetta hlýtur að vera the great realigning moment og það þeir sem er að fylgjast með stjórnmálum frá aldamótum hafa bæði séð þetta og verið sagt þetta síðan af bæði stjórnmálunum úti sem eru að telja sig vera að einhvern veginn engineera þetta realignment, að búa til varanlegan meiri hluta repúblikanaflokksins eða varanlegan meiri hluta demokrataflokksins og það er stöðun og aldrei hefur þetta materialisast. Við erum búin að vera frá því að Reagan kemur inn og reisir stóra tjaldið og býr til leggur grunninn að nokkuð varanlegri forystu repúblikanaflokksins og endur heimturina frá demókrötum sem hefðu haft hann á eftir stríðsárunum að bíða eftir einhvern veginn næsta skrefi í þessu realignment og þau það er búið hins að við erum först einhvern veginn í því að við förum milli þess að það er 50 og mann finnst það stórt að breytast og það breytist ekki við erum búin að vega salt allan þennan tíma núna marga áratugir. Vegna þess að við erum byrjað að tala um þegar við erum lausu Trump en ég vil tala um Trump og þetta er pendúll sem að sveiflast og hann sveiflast og nú er hann hérna sem Trump er hann virðist bara vera að fara hinga hann er að fara lengra heldur en að við nokkuð tíma séð og spurningi mín var eru eitthvað takmörk fyrir því hvert hann getur farið með þetta ég nefndi þarna þessi frétti sem voru í morgun þið nefndu þarna þinghús árásina sem er náttúrulega ævintýralegt að hann skuli hafa lifað af en hún hefur eins og hann tekist að lifa á okkur svæði lögleysu og til dæmis stofnunin sem að Musk fer fyrir og er að reka opinbera starfsmenn út og suður meðal annars fyrir skoðanir sínar fyrir bara samfélagslega stöðu þetta eru ævintýralega hlutir sem er að gerast í einhverju fullkomni lögleysu og ég meina er eitthvað takmark fyrir því hvað þessi pendúll að því að þótt að pendúllin hafa gengið svona og lengi þá getur bara einn daginn verið að hann bara haldi áfram í þess áttina ég held ég bæti við þetta við getum hugsað að bæti við þetta það er mögulegt í mannfélaginu það er einn af þeim punktum sem fyrir kom í það með er þetta, það er búin að vera þessi tilhneigingur tilraun til þess að búa til þennan varanlega meirihluta og ég held að eitt af því sem Trump er að gera er mjög meðvitað að reyna að gera hann trúir því að hann sé að gera Repúblikanar hafa gert nokkra tilraun til þess og þess að fyrir að tala um kostnaðan 2004 þá á þeim tíma er stór hreyfing innan flokksins það að það paint the map red að við getum búið til varanlegan og þá er ráðist í það að byrja að þrýsta út of frjálslendum repúblikunum í Norðausturríkjunum og fá innskiluru sanna flokksmenn og losna við the rhinos þannig að þetta byltingar þegar þær farast að ofanfrá og síðan svona sögulegar pendúlshreyfingar sem eru ákveðnar ofanfrá. Það sagan finnst mér ekki benda í þá átt að þær gangi yfirleitt vel. Sagan bendir frekar til þess að þegar menn ráðast í svona stórfelldar samfélagslegar umbyltingar ofanfrá, menningarbyltingar sérstaklega eins og Trump er að standa fyrir og Dós er að gera með pólitískum hreinsunum innan embættismannakerfisins þannig að menn þegar fólk er að lokað stofnunum sem þeir telja að séu full frjálslindar og vinstri sinnar og það er þess sem er verið að leggja niður menntamálaráðuneytið vegna þess að það er of tímafrekt
að reka eða sko loka á styrkveitingar til hugveitna eða fyrirtækja sem þeir telja að hafi of mikla vinstri slagsíðu og það eru bara sendur út orðalistar, það má ekki vera þessi orð í neinu sem að kemur frá sem náttúrulega sko svona kómiskasta dæmið um þetta þegar það þarf að taka niður ljósmyndir af Enola Gay vegna þess að það er of gay að vera með að þetta sko fer út í svona kómiska vitleysu en kjarnin í þessu er að það er það sem er mikilvægt er það er sko svona ofan frá stýrð menningarleg bylting og menningabyltingar sem eru stýrt af ríkisvaldinu. Það hafa ekki tilhneigu til þess að lukkast og eru yfirleitt ekki sko verkefni sko lukkulegra stjórnvalda og alls ekki frálslega. En sko það sem að sko mér finnst sko margir einhvern veginn hugsa sem svo þetta er bara tímabil Trump núna, þetta eru bara eitthvað 4 ár og republikanar munu öllum líkindum tapa fulltrúadeildinni og eftir 2 ár eða eftir 20 mánuði eða eitthvað og og þar af leiðandi mun koma ákveðin balans á það. Ég er bara ekki alveg viss vegna þess að mér finnst hann bæði vera að færa republikanaflokkin sko mér finnst hann vera að gerbreyta republikanaflokknum frá því að vera flokkur frjálsra viðskipta og flokkur svona ákveðinar alþjóðahyggju í það að vera tollaflokkur og einangrunarsinnaður flokkur. Sem mér finnst vera varhugavert og ég hef nefnt það svo sem áður líka að hvað það leiðir fyrir hægrið í Vestur-Evrópu og fyrir svona frjálshyggjumenn eins og mig hvar við stöndum, ekki það ég standi með eitthvað republikanaflokknum eða demokrataflokknum með einhverjum sérstökum hætti en sko hvað verður hugmyndaþróunina á hægrivægnum þegar að sterkasta lýðræðisríki sem ennþá er lýðræðisríki þegar hægri flokkurinn þar er komin í einhver allt aðra átt heldur en hann hefur verið síðustu 80 ár. Og hvað verður evrópska vinstri þegar að vinstri í Bandaríkjunum er algjörlega hauslaust og hleypur í hringi og hefur ekkert að einhvern veginn engin svör við neinu? Þegar þráttur alltaf þá sko hafa hugmyndirnar mikið til og svona sko komið ekki bara frá Bandaríkjunum en það verða til í bæði hugveitum og háskólum og svo framvegis og en sko það sem ég óttast er bara að republikanaflokkurinn breytist í þennan einangrunarsinnaðar þennan flokk sem að og við höldum áfram í einhvers konar 50-50 þannig að sko við verðum sko Ísland verði standi frammi fyrir því að helsti bandamaður í öryggis- og varnarmálum síðustu 80 árin sé þessi 4 árin einangrunarsinnaður og vilji og það sé ekki hægt að treysta á hann með neinum hætti og næstu 4 árin þá er hann komin aftur og þá getum við aftur farið að stunda viðskipti og stóla á viðkomandi og það er bara ekki til framtíðar til eitthvað til þess að byggja á. Þannig að hvað breytist með Trump? Ég meina sko ef að Vance og þau öfl og svona sem eru svona og ef bara eða kristilega þjóðernis íhaldið verður ofan á í republikanaflokknum. Hvað verður þá Bandaríkin? Svo við horfum, förum aftur aðeins tilbaka og horfum á þessa deilu milli Kanada og Bandaríkjanna undanfarna vikur. Það var þegar Doug Ford sem er fylkisstjóri í Ontario sagðist alltaf slökkva á rafmagninu með brósávör. Þá fórum við í hrollur vegna þess að það er akkúrat svona sem að stríð byrja. Það er nákvæmlega svona að einhver lítill kall, einhver staðar í einhver ríki segir, ég ætla bara að slökkva á rafmagninu, ég ætla að sýna ég er stór kall eins og Trump. Svo bara byrja fólk í Minnesota og Michigan og upstate New York að deyja úr kulda vegna þess að það er ekki rafmagn og þá sendir Trumpin skriðdreka og ég er ekki að segja, þú veist þetta er ýktast þetta er þingúsbrurinn sem ég nefndi já, þetta er ýktasta myndin og við verðum að horfa á og sko, ef við ætlum það er til einskins að horfa á sviðsmyndir þar sem allt er í ljúfa löð við búumst ekki til varnar eða við tökum ekki, þú veist, ef við höldum að við allt verði í lagi alltaf, þá kaupum við ekki tryggingar
Þannig að, og þetta ekki einslag fyrir tryggingafélögin, en þú veist, við verðum að gera ráð fyrir einhvers konar sviðsmyndum þar sem allt fer á versta veg. Og ef við hugsum þessa leið ekki, hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum við að gera ef að Trump notar Ísland til þess að gera eitthvað á Grænlandi? Þú veist, það er tekur Íslands bara í leiðinni. Já. En þetta er eiginlega annað með þingurspringunar. Við getum verið að ímynda okkur 11. september. Þá ef að það gerist það er bara eitthvað svona þessi pendúll ykkar. Svo allt í einu fá stjórnvöld bara 90% approval. Það er bara öll sjóðin saminuð, gerð þú bara það sem þú vilt til þess að tryggja öryggi okkar. Ef að slíkt ástand verður til í ríkisstjórn Trump, þá er það sem ég kalla þingurspringun. Þá allt í einu fær léttfasísk stjórnvöld tækifæri til þess að stroka út lýðréttindi fólks eins og Bussa mörguleiti gerði. Hlusta ekki á Hæstarétt. Það er bara... Ég held að þú nefnir 9/11, þá er líka gott að muna eftir það er önnur svona óvænt, allan 2 aðrir óvæntir stóru atburðir sem eiga sér stað í valdatíma Bush yngri og það er Katarína og svo er það náttúrulega fjármálahrun 2008. Þannig að óvæntir atburðir, þeir koma og þeir breyta sögunni og það er nú eitt af því sem sagan kennir okkur. Þannig að tilraunir manna til... COVID með Trump? Já, akkurat. Tilraunir manna til þess að engineera einhvern veginn framtíðina með því að ákveða það nú er pendulinn að fara að sveiflast þess átt og ég ætla að láta hann gera það. Það er sagan oft, annarkvort getur gert það auðveldara eða vinnur á móti því. Atburður eins og 9/11 gæti náttúrulega augljóslega hjálpað Trump og ef eitthvað slíkt gerist og hann spilar rétt úr því og það einhvern veginn vinnur ekkert á mótunum, þá getur við verið einum þingumsbruna frá þriðaríkinu, en það getur líka katastrófurnar sem hann kallar fram eða sem skella á honum geta verið annars eðlis og geta grafið undan honum og það sem Friður nefnir líka er þetta með reglurnar bandarískar eina af stóru og mikilvæga reglunum sem er lögmálun sem að lærir bandarísk stjórnmál er það að í miðkjörtímabilskosningunum og eftir forsetakosningum að þá tapar flokkur forsetans. Þetta bara vitum við. Og í næstu forsetakosningum næstu miðkjörtímabilskosningum að þá mun með samkvæmt þessari reglu Trump missa meirihlutann í þinginu og þá fá demókratar tækifæri til þess að stöðva róttækustu málefni hans og þarfandu göttunum. Og það er svona allt Hvað ef hann hunsar það? Hvað ef hann hunsar þá eru komin stjórnarskrárkrísu en svo er það líka bara búið með 50 daga og hann ætlar að nota alla þess að nú er 20 mánuðir eftir að til þess að vinna hann ætlar að nota það vel þannig að það er núna manngerð katastrófa í gangi í Bandaríkjunum vegna þess að hlutabréfamarkaðurinn er í frjálsu falli út af þessu galna tollastríði Trump. Það er einn af þeim hlutum sem að mun þurfa að horfast augu við efnahagsmálin. Egg eru orðin fáránlega dýr, bensín er orðið fáránlega dýrt og hann er að reyna að kenna Biden-stjórninni þetta allt saman en svo gengur það bara svo og svo. Óánægja almennings er orðin mjög mikil. En í fyrsta skipti á síðan að hann kemur fyrst inn í Hvítahúsið, hann approval ratings á hvernig hann stjórnar efnahagsmálum er lægsta sem það hefur nokkur sinni verið. Já. Þannig að þetta hefur alltaf verið hans mesti styrkleiki og repúblíkana almennt það einhvern veginn fólk trúir því að þeir muni stýra efnahagsmálum betur. Já. En hann er miklu meiri stuðnings í Bandaríkjunum heldur en til dæmis Keir Starmer í Bretlandi eða Macron í Fraklandi. Það er bara ekki hægt að líka því saman. Þetta eru menn sem eru kannski með 60% þjóðarinn á baku sig. En mér finnst þetta tollamál og eins og ástandi er núna á hlutabréfamörkuðum og bara þessi óreiða vera næstu því svona Liz Truss moment að hann bara kemur inn með einhverju svona það ætlar að gera eitthvað eftir einhverjum 19. aldar hugmyndum það hvernig heimurinn virkar og markaðurinn hafnar því og hann er umkringdur mönnum sem að skilja ekki ég meina Howard Lutnick sem er viðskiptaráðherra nefnir það bæði sem segir að söluskattur í Kanada og virðisaukaskattur í Evrópu sé verndatollar vegna þess að þeir skilja ekki, þeir vita ekki hvað söluskattur á þjóð sem næri yfir all landið hvað það er og þeir telja að þetta sé og þannig að þeir eru með umkringdur fólki sem að hreinlega skilur ekki og bara það er margir sem halda hans að tefla einhverja fjórðuvít eða skák en þegar maður horfir samt sem maður á þetta þá er þetta bara eitthvað random rugl og geðveiki. Það er það sem ég held að eitt af því sem stendur upp úr með Trump er það
því betur sem að fylgjast með honum, þá meikar þetta raunverulega minni sens. Já. Og það er auðvelt að standa þess tilbaka, píra augun og horfa sumt af þessu ímynda sér að þetta hér hlýtur að vera eitthvað stórfengleg strategi að hann sé að reyna að countera Kína eða það er eitthvað svona að tryggja sér einhver þegar maður séðan þá er þetta einhvern veginn allt svona hálf marklaust, kaotískt og virðist fyrst og fremst einkennast bara af draum, sín og óskhyggju og bara vitleysu. En svo gerist eitthvað eins og þú veist meikar ekki sens. Hamas skilar gíslunum, Úkraína samþykkir að fara í vopnahlé og helmingurinn öllum fágætum málmum í Úkraínu verði undir stjórn Bandaríkjanna og þvingar fram einhvers konar mögulega einhvers konar frið og kannski heldur Rússland sig á mottunni og þá bendir fólk á og segir, sjáðu, þetta var allt saman eitthvað stórkostlegt skipulag og plan og eitthvað svona. Það er bara bull. Já, það er kannski best að ég bara biðja ykkur afsökunar að koma hingað að reyna að tala vit inn í vitleysuna sem er ekki hægt, en það er, eins og ég sagði upp að þá erum við að þetta er svo mikil degla á slíkum tíma, þá er oft ágætt að fara að tala hvað geti mögulega gerst, að við þurfum að breykka hugmyndir hvað getur gerst í Bandaríkjunum til að undirbúa okkur undir það sem kann að gerast. Við erum ekki að spá því að það gerist endilega eitthvað, kannski ekki einhver pendulli bara tilbaka eins og mér heyrist þau báðu vera svona frekar á og frekar vorun og þá þú veist kannski meira efins. En ég þakka við kemur að... Ég bara ætla að reynda að segja, ég er einmitt alls ekki minna efins en þau. Ég hef bara... Mér finnst þú oft svo bjartsýnn. Ég er mjög oft bjartsýnn og ég hef mikla trú á því að... Ég hef ekki talað við neitt sem er jáft bjartsýnn á svona þrek Bandaríkjanna eins og því. Já, ég líti til langstíma litið en eins og Keynes bent á og þá erum við öll dauð til langstíma litið. Hins vegar ég held að það er mjög mikilvægt, reglurnar er ekki að gilda þannig þess vegna hef ég miklar efasemdir það við höfum að treysta því að eftir 2 ár verði einhvern veginn búið að snúa vindóna af þessu. Það er klárt mál að hann er fulltrúi fyrir einhverjar alvarlegar breytingar, hvað kemur út úr því þeim ekki vera að bíða eftir því að það gangi yfir. Já, og tekna upp algjört skilyrði fyrir okkur sem þjóð. Við verðum að tekna upp sviðsmyndir og átt okkur á því og reyna að hugsa það svona aðeins lengra en bara eitthvað næsta skref, heldur 3-4 skref fram í tíman. Hvað gerum við ef að þetta gerist, ef þetta gerist og þetta gerist? Bara, ef við teknum ekki upp eitthvað sviðsmyndir sem að eru jafnvel óþægilegar og erfiðar, að þá fljótum við bara sofandi feigðarósi og allt kemur okkur óvart. Ég held að ég hjartan bara sammála þetta og þetta er það sem ég held að sé mikilvæg lærdómur af því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn þurfa að draga þennan lærdóm. Ég held að ein af ástæðunum fyrir að demókratar hafi ekki brugðist við einhvern veginn hart og gerðu 2016 skipuleikja mótmæli og uppistand og einhvern veginn á öllum vígstöðum sé það að þeir hafa ekki gert sér hugsað upp fyrir sér hvers konar samfélag er það sem við viljum byggja saman trúandi því að þeir sé að fara að byggja samfélagið einir, einhvern veginn á sínum forsendum og að hinir sem eru á móti munum hverfa af sjónarsviðinu og þeir sem eru hinum enn sjónarsviðinu sem eru núna við völd sem sagt, þeir sjá fyrir sér að sitt samfélag er framtíðar samfélagið. Það sem við þurfum að gera og báðir aðlar þurfum að gera eða við sem samfélag, er það að tekna upp einhvers konar sviðsmyndir af framtíðinni sem við getum, eru raunsæðar, eru ekki bara einhvern veginn þetta verður af því að það er því var spáð að ég hafa alltaf réttu að standa. Já, þá erum við komin á kannski alltaf umræðu sem er það hvort að það sé til í Bandaríkjunum svo vettfangur þar sem að þetta samtal getur farið fram. Það var náttúrulega eitt sem að sýndi ræða Trump í þinginu sýndi náttúrulega eitthvað glórulausa vitleysu þegar þú horfir á hvernig þingheimur skiptist. Já, og bæði hvernig republikanar og demókratar, hvernig demókratar létu líka. Þeir eru frekar vonlausir Í því sambandi líka held ég að sé mikilvægt að horfa akkurat á það hvar á þessi samræða að fara fram. Eitt staður sem hún fyrir ekki fram, það er á félagsmiðlum. Ein af ástæðunum fyrir því hvernig þetta er það að fjölmiðla veröldin hefur öll molna niður og samræður eiga sér stað í einhvern veginn kommentaþráðum á fréttum sem einhvern veginn gangi ekkit út á annað en bara það að vera ósamála. Nema Íslandi, þar fer samræðan fram við þetta rauðaborð hér. Og þakka ykkur fyrir að koma hingað, Friðjón og Magnús og við munum halda áfram hérna að reyna að skilja þennan heim við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.